Góðan dag, kæru gestir, fundargestir og aðrir. Velkomin hér á fund nr. 347 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Við erum hér í Ráðhúsinu á Höfn og fundin í dag sitja Gauti Árnason og Hjördís Edda Olgeirsdóttir. Skúli Ingólfsson fjarverandi en í staðinn situr Tinna Rut Sigurðardóttir. Eyrún Fríða Árnadóttir hér en hún Guðrún Stefania Oppbjörn Ingólfsdóttir fjarverandi. Í staðinn situr fundin Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir. Einnig hér Kristín Gylfadóttir fyrirgefðu og hann Björgvin Óskar Sigurjónsson. Sigurjón Andersson bæjarstjóri situr einnig og hún Jóna Benný Kristjánsdóttir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs og Arndís Lára Kolbrúnardóttir, hún rittar fundargerð og Tjörfi Óskarsson sér útsendinguna. Hér með setið þennan fund. Við göngum til dagskrá. Fyrsti liður á dagskrá fundargerð bæjarstjórnar Hornafjarðar nr. 346. Hún hér lögð fram til kynningar og umræðu. Það kveður sig engin hljóðs, þannig að ég held bara áfram. Annar mál á dagskrá fundur bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1209 og þar undir eru fundargerðir velferðarnefndar nr. 48, fundargerð íbúðaráðs Suðursveitar og Mýrar nr. 11 sem og íbúðaráð Nes og Lón, fundargerð nr. 11 einnig og einnig nokkuð mikið af öðrum almennum málum og orðið laust gjörið svo vel. Eyrún. Forseti, mig langaði aðeins að gera grein fyrir þeim breytingum sem við höfum núna farið í á frístundaakstrinum. Eins og öllum kannski ljóst að þá eru vegalengdir miklar fyrir börn sem að búa frá grunnskólanum á Höfn og því skólaaksturinn og frístundaaksturinn mjög mikilvægur fyrir þau. Í lok janúarmánaðar áttum við, ég og sviðsstjóri fræðslu og frístundsviðs, fund með foreldrum þeirra barna sem að nýta þennan akstur. Og ég vil kannski byrja á því að þakka þeim foreldrum fyrir það samtal. Það var mjög fræðandi og gefandi. Það var ánægjulegt að heyra hversu miklu máli frístundaaksturinn skiptir. Það var gott að heyra hversu ánægðu eru með skólaaksturinn og það var ánægjulegt að komast að því að eftir það samtal var hægt að fara í minni háttar aðgerðir, breytingar, miðað við núverandi fyrirkomulag sem eykur líkur og tækifæri barnanna í dreifbýlinu á að njóta og nýta tómstundaúrræði og íþróttaiðkun hér á Höfn. Þannig að nú hefur fyrirkomulaginu verið breytt með þeim hætti að í kjölfar skóla keyrir skólaaksturinn. Það keyrir annar skólaakstur og hér á ég bara við þann bíl sem keyrir á Suðursveit og Mýrar. Hann keyrir klukkan 4, þannig að börnum á yngsta stigi gefst tækifæri til þess að fullnýta tímann sinn í kátakoti með vinum og fá að nýta tómstundirnar þá. Og svo keyrir frístundaaksturinn okkar 6-leytið. Þessi lausn sem að ég aftur þakka bæði rekstraraðilunum og foreldrunum fyrir hefur stóraukið getu þessara barna til þess að eiga þátt í þeirra félagslífi. Þannig að ég bara vil þakka þeim fyrir þetta. Takk. Takk fyrir Eyrún. Við erum í fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1209. Fleiri sem vilja taka til máls. Tinna, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka Eyrúnu Fríðu fyrir falleg orð. Maður bara hálf monti með sig. Nei, ég tek undir með Eyrúnu Fríðu með skólaaksturinn. Þetta hefur gengið alveg ótrúlega vel síðan að honum var breytt og búið að vera rosalega góð mæting í 18-15 bílinn sem bara æðislegt. Gaman að sjá að krakkarnir geta verið lengur að leika og lengur í alls konar frístundum. En ég vil taka til máls undir fyrsta lið þessara fundargerðar og það velferðarnefnd, fundur nr. 48. Undir þeirri fundargerð fyrsti liður, félagsfærni, samkennd og samskipti ungmenna í sveitarfélaginu. En Svanfríður Eygló Arnardóttir hefur leitt þetta samstarfsverkefni á vegum velferðarsviðs, fræðslu og frístundasviðs, Grunnskóla Hornafjarðar og ungmennafélagsins Sindra. Þetta verkefni sérhæft fræðslu og þjálfunarúrræði sem snýst að því að reyna að auka félagsfærni, samkennd og jákvæð samskipti í sveitarfélaginu Hornafjarði.
Markmið verkefnisins eru að kenna börnum og ungmennum að þekkja og setja sín eigin mörk, virða mörk annarra, sjálfstyrking og heilbrigð sjálfsmynd, ábyrg samskipti og samþykki og sýna þeim fjölbreyttar fyrirmyndir úr samfélaginu. Fyrirmyndir þurfa ekki alltaf að vera frægir einstaklingar með stóran fylgjendahóp. Það eru líka sjómenn, tónlistamenn, safnverðir og fólk sem vinnur við þjónustustörf, hvort sem að það er í búð eða í annarri þjónustu. Það eru fyrirmyndir allstaðar og mikilvægt að sýna að við venjulega fólkið erum og eigum líka að vera góðar fyrirmyndir fyrir ungmennin okkar. Þetta verkefni er núna leitt af Birni Daniel Sverrissyni þar sem að Svanfríður Eygló er farin aftur til Bandaríkjanna og vil ég nýta tækifæri og þakka henni fyrir þá vinnu sem hún hefur lagt í þetta þarfa verkefni. Verkefnið er núna í mótunarferli og mun það vera metið og aðlagað í sumar til þess að geta tekið það aftur upp næsta haust og að unnið verði eftir því og það þróað áfram. Það er allra hagur í því að þetta takist vel. Þetta er mikilvægt og þarft verkefni til þess að reyna að stöðva skaðlegt samskiptamynstur sem hefur þróast í umhverfinu okkar. Og við erum öll sammála að við viljum heilbrigðara samfélag þar sem að virðing er borin fyrir öllum og jákvætt samskiptamynstur er vaninn. Takk fyrir. Þina, við erum hérna aftur í fundargerð nr. 1209, orðið er laust, gjörið svo vel. Björgvin. Forseti, góði bæjarfulltrúar, ég ætla líka að tjá mig örlítið frístundaksturinn, hérna, 8. bálum dagskrá, sem frístundakstur 2026 og tek heilsugar undir orðeirunar að tinnum varðandi hann og bara fagna þessari aðlögun á frístundakstri sem er gerð á þörfum notenda hans og bara ánægilegt að maður geti frekar nýtt hann með þeirri aðlögun og það er einnig ánægilegt að heyra og sjá og heyra notendur og forsjárraðilar þeirra séu almennt ánægðir með frístundaksturinn og einnig ánægðir með þjónustuna hjá Pallastak sem sér aksturinn. Bara því ber að hrósa, en það er einnig afar jákvætt að fólk í dreifbýlinu nýti sér þessa þjónustu, enda ber maður óneitanlega lítið stolt í brjósti að hafa tekið þátt í að koma frístundaakstrinum á koppinn á sínum tíma. Takk fyrir. Takk fyrir Björgvin. Ásgeir beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru 2 mál sem ég langar til þess að koma inn á hér og það fyrra er undir velferðarnefnd og það er undir öldungaráði og það var fundur hjá öldungaráði þar sem að fara yfir ýmis mál og meðal annars kom hann Emil Múravegg, starfsmaður hérna á frístundasviði og kynnt okkur niðurstöðu barna- og ungmennaþings 2025 og það var gaman að sitja með eldri borgurum, eldri hortfirðingum og svona sjá þau spegla það sem að krakkarnir voru að segja og þeirra svona veruleika og mér langar bara í ljósi þess hvað ungmennin okkar eru virk og hvað ungmenna ráð er virt og bara flott að hvað margir tóku þátt í og hvað margar hugmyndir komið fram inn í barna- og ungmennaþinginu að hvetja bara alla aldurshópa til þess að vera virki núna þegar við erum að undirbúa kosningar að taka þátt í málefnavinnu þar sem að fólk finnur sig, hvað sem það er og því að það kom umræða á þessum fundi það hvort að eldri borgarar ættu að eiga áheyrnarfulltrúa inn í nefndum líkt og ungmenni og annað slíkt og svona bara í rauninni svona vangaveltur hvenær fólk hættir að taka þátt, af hverju hættir að taka þátt og við náttúrulega erum að leggja áherslu á unga fólki þar sem að þau eru framtíðin og kenna þeim svona á stjórnsýsluna og hvernig maður tekur þátt. En margir hverjir sem eru orðnir eldri hafa verið þarna eða hefur kannski alltaf langað en hafa ekki tekið pláss en það er tækifæri og við svo sem ræddum það að ég sagði nú kannski ekki alveg fyrir okkur að það væri með alla hópa sem áheyrnarfulltrúa þá voru orðnir ansi stórir hópar því að þetta er hægt að máta þetta við ýmsa aðila og ýmsa svona hóp í samfélaginu en samt af því að núna við erum að
siglinn í kosningabaráttur og bara málefnavinnu í sveitafélaginu og annað slíkt og það eru tækifæri fyrir alla að finna sér einhvern farveg að það langar mig til þess að hvetja bæði eldri og yngri til þess að taka þátt í þeirri vinnu og það inspirera þegar með innblástri frá barn- og ungmennaþingi og öldungaráði. En svo annað hérna sem að mig langar til þess að koma inn á líka og það í bæjarráðsfundagerðinni. Það liður 16 sem var beiðni ferðaheimild vegna fundakjörinna fulltrúa og mér langar þá aðeins að koma svona ská inn í þetta af því að við erum að klára þetta kjörtímabil og við á þessu kjörtímabili höfum við nokkru sinnum tekið upp kjör og starfsaðstæður kjörinna fulltrúa og verða ræðum breytingar á launagreiðslum og öðru slíku og það hefur verið myndast svo hefða í lok hvers kjörtímabils þetta tekið upp og þannig að maður horfir tilbaka og skoða hvað mætti gera betur þannig að það sé þá verið að gera betur fyrir þá næstu bæjarstjórn og næsta nefndafólk sem að tekur við. Það hefur það vorum í fjárhagsáætlanagerð að það hefur verið nefnt að taka þetta upp. Nú komin mars, þannig að það að koma páskar og eftir páska þá eru 10 mínútur í kosningar. Þannig að mig langar að brýna fyrir fólki hér inni sem að hefur dagskrárvaldið. Já, ég búin að biðja þetta sé tekið á dagskrá, það hefur ekki skilað sér, en allavega það sé við dagskrárvaldið að við tökum þetta á dagskrá og förum yfir þetta því að þó að við séum kannski í ágættum málum að miða við marga að þá líka ýmsar glufur sem að þarf að fylla í og meðal annars það sem að var þarna kjörinn fulltrúi sem fulltrúi sveitafélagsins á fundi og það eðlilegt að fólk í nútíma samfélagi fái umbun fyrir það að það sé ekki að fara í sínum frítíma og leggja liggu við út fyrir því. Þannig að hvet ykkur til þess að taka þetta á dagskrá sem fyrst. Takk fyrir Ásgerður. Ég gerir ráð fyrir því að formaður bæjarráðs sé að punkta þetta niður hjá sér. Bæta þessu við dagskrána. Gerir fastlega ráð fyrir því. Við erum hér ennþá í fundi bæjarráðs númer 1209. Orðið laust gjörið svo vel. Það kveður sig ekki frekar ljós, þannig að við höldum bara áfram. Förum við hér í fundagerð númer bæjarráðs Hornafjarðar númer 1210 og undir henni eru fundagerðir fræðslu- og frístundanefndar númer 134. Fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 110, íbúaráð Öræfa, fundur númer 10, ásamt öðrum ýmsum málum og orðið laust, gjörðu svo vel. 1210. Sigurður, fyrirgefðu, gjörðu svo vel. Ég samt sagði 11 fyrst og breytti því svo. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að vekja athygli á máli undir fundagerð fræðslu- og frístundanefndar en það liður 5 sem snýr að lengri opnun sundlaugar en í febrúar var opnunartími sundlaugarinnar lengdur til 9:30 á þriðjudögum og tilraunaverkefni var að ræða til að koma til móts við unga fólkið okkar sem óskaði eftir vettvangi til að hittast en einnig til að hitta fólk bara á öllum aldri. Aðsókn í sundlaugina þessi kvöld á þriðjudögum var mjög góð og talsvert betri en önnur kvöld og mér langaði bara líka að hrósa starfsfólki sundlaugarinnar fyrir að ráðast í þetta verkefni og bara vonandi að halda þessu áfram. Takk fyrir Sigríður. Ég ítreka það að við erum í fundagerð númer 1210. Ég mismelti mig örlítið þarna áðan, sagði 11 eitthvað, það leiðréttist strax. Orðið laust, gjörðu svo vel, fundagerð númer 1210, Eyrún. Forseti, mig langaði að tala undir fundagerð fræðslu- og frístundanefndar. Þar eru 2 mál sem mig langar aðeins að vekja athygli á. Annars vegar það mál númer 2 sem varðar skráningardaga í leikskólanum og hins vegar það mál númer 4 sem varðar stöðuna á leikskólanum eins og hún í dag. Á þessu kjörtímabili höfum við lagt í töluverða vinnu til þess að bæta starfsaðstæður og líðan starfsfólks á leikskólanum okkar og mæta þörfum leikskólans eins og þær birtast okkur hér.
Fyrir 2 árum tók til vinnu að starfa starfshópur, þar sem fjölbreyttur hópur stjórnenda, starfsfólks, kennara, foreldra og kjörinna fulltrúa vann gríðarlega góða vinnu. Þessi hópur skilaði fjölmörgum tillögum sem allar miðuðu að því að bæta starfsaðstæður á leikskólanum og við hér inni gátum held ég með einum rómi tekið undir þær tillögur og gert eitthvað raunverulegt. Ein mikilvægasta aðgerðin var að útfæra skráningadaga. Við útfærum skráningadaga til þess að hægt var að mæta styttingu vinnuvikuna sem að starfsfólki okkar á vissulega skilið og vönduðum okkur eftir minni bestu vitund mjög vel við það að útfæra þetta án þess að það bitni á foreldrum eða öðrum. Við lögðum núna fyrir könnun til þess að kanna hvernig skráningadaginn hafa verið að nýtast. Könnunin sýnir að 62% foreldra þurfa stundum eða aldrei að nýta þessa daga. Það eru 37% vissulega sem þurfa oftast eða alltaf að nýta þá, en meiri hluti foreldra er ánægður með fyrirkomulagið og þetta er að gagnast. Ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum öll aðeins að taka til okkar. Nú, eins og hefur komið fram hér í þessari pontu, styttist í sveitarstjórnarkosningar og við sjáum hvert sveitarfélag og fætur öðru hlaupa upp til hand og fóta til þess að fara í einhverjar bráðaaðgerðir í leikskólamálum. Ég vil segja að okkar styrkur núna og sá árangur sem við höfum náð í okkar leikskóla gerist af því að við höfum átt gott samtal. Við höfum átt samtal við alla þessa hlutaðeigandi aðila, við höfum myndað okkur ákveðnar aðgerðir sem við getum alls sammælst að fara í og ég held að sé mjög mikilvægt að við verndum þann árangur sem hefur náðst. Við sjáum það að starfsaðstæður eru betri. Byggingin okkar nýja hefur orðið bara lyft grettistaki í þessum aðstæðum bæði fyrir börn og fyrir starfsfólk. Við þurfum að byggja ofan á þetta í markvissum öruggum skrefum í samráði við alla aðila en ekki fara að hlaupa eftir hand og fóta og elta eitthvað sem gæti kannski virkað gott á blaði en kannski ekki til framtíðar. Leikskólinn okkar er ótrúlega dýrmætur og við þurfum að umgangast hann af þeirri virðingu og vandvirkni sem hann á skilið. Takk fyrir Eyrún. Við erum í fundargerð númer 1210. Orðið er laust. Ásgerður gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar til þess að taka til máls undir lið númer 3 á þessum fundi. Það er íbúaráð Öræfum, 10. fundur þar og kannski geta þess að í síðustu fundargerð þar voru íbúaráð Nesja og Lóns og Mýra og Suðursveitar en í bæjaráð hefur farið og hitt öll þessi 3 íbúaráð og rætt við þau bæði fyrirkomulag íbúaráða, hvernig það hefur verið, hvernig það hefur reynst og svona að skoða til framtíðar hvernig þau geta þróast eða hvort það þarf og það hvernig. Og ég satt 2 á þessum fundum, ekki með íbúaráð heldur hinna 2 og mér fannst bara mjög áhugavert að vita og bara að heyra að þetta eru mismunandi í rauninni ráð eftir hvaða sveit þú ert í. Þetta er mjög mismunandi efni sem er verið að fjalla um. Margt er þetta sama þessu sorgmálinn og annað slíkt sko, en það eru mismunandi bara áherslur sem að bara helgast af því hvar maður er staddur og hvaða verkefni eru í gangi. Man hefur aðeins heyrt að það eru fundargerðir, það er verið að ræða mál sem eru bæði útdeilt frá stjórnsýslunni og svo líka sem að bara íbúar vilja taka upp. En þetta og það er ekki mikið leitað til þeirra eftir sem maður heyrir af öðrum íbúum til þess að bera fram mál eða annað slíkt sko. Þannig að það er svona spurning hvernig, ef þetta verður áfram, hvernig það þróast og það eru ýmsar hugmyndir sem hafa komið upp og mismunandi eftir hvaða íbúar að ræða. En á þessum fundi sem er undir þessari fundargerð, þar var til dæmis óskað eftir íbúafundi málefni sem að hópur íbúa er mjög ósáttur við, í skipulagi Skaftafelli 3 og 4 og við vorum akkurat bæjarstjórn og starfsmenn og bara ekki hverjir á fundi í Hofgarði í gærkvöldi þar sem að
þetta íbúar komu sínu sjónarmiðum að framfæri og bæjarstjórn hlustaði og svaraði því sem hægt var að svara og var þarna ákveðið samtal. En ég held að íbúaráðin hafi það öll sammert að það hægt að taka upp mál sem snerta hvert og eitt svæði og ræða það út frá því svæði. Þetta þarf ekki að vera allt eins. En svona núna verkefnið að rýna og skoða og hvað þarf að gera, hvað þarf ekki að gera. Þarf þetta að vera allstaðar, þetta nýtast vel eða þetta líka þetta kostar. Þetta líka ákveðin ef þetta ekki að nýtast sem eitthvað gott, eigum við þá að halda áfram. Við þurfum að spyrja okkur öllum þessum spurningum, bara svótgreina íbúaráðin. En þarna allavega eins og í gærkvöldi að þá var ákveðin vandi sem var mætt. En mætt með því að hlusta, en kannski auðvitað vildu einhverjir fá einhver svör sem ekki komu, en það bara svoleiðis. En við reynum að svara öllu sem þarf að svara þar. Takk fyrir Ásgerður. Já, þetta var áhugaverður fundur í gær og margt sem kom þar fram og einhverjum spurningum á að svara, það er rétt. Við erum hér í fundargerð númer 1210. Orðið er laust, gjörðu svo vel, einhver vill Hjördís. Forseti og góðu bæjarfulltrúar, mig langar að taka undir með Ásgerði hérna aðeins varðandi íbúðaráðin. Þau voru náttúrulega upphaflega, þetta var svona, já, hvað skal ég segja, sterk umræða bara í síðustu kosningabaráttu 2022 og var þar að leiðandi farið í þetta sem tilraunaverkefni, fyrst til 1 árs og svo framlengt og hefur verið í rauninni mikil ánægja með þetta skref að hafa verið farið í að stofna þessi íbúðaráð. En hins vegar náttúrulega núna komin sá tími að við þurfum akkurat að gera þetta sem Ásgerður var að tala að við þurfum að leggjast bara algjörlega yfir það hvaða tilgangi eiga þau að þjóna, eiga þau að vera einhvers konar ráðgjafandi ráð, sagt það, eiga þau að hafa einhvers konar vald, erum við þá að stíga tilbaka eða að stíga áfram, eða við þurfum að fá þetta bara skýrt frá íbúum dreifbýlisins. Hvernig viljið þið hafa þetta? Sjáu þið fyrir ykkur að nýta þetta? Og bara akkurat þetta, hvert ætlum við með þetta? Við þurfum bara að taka ákvarðanir það núna. Mín persónulega skoðun er svo að þetta hefur reynst mjög vel, en þetta mætti hins vegar, en það má margt betur fara. Og ég vildi óska þess sko sjálf að ég er sjálf búin að hitta öll íbúðaráðin núna bæði fyrir jól og eftir jól vegna sorpmála og svoleiðis, en það sem ég vildi óska að sko íbúðarnir sjálfur væru að nýta þau meira. Það væri frábært og það var svona hugsunin okkar að íbúðar hefðu þarna svona ákveðin tengilið til að komast beint til okkar sem erum ekki út í sveit eða einhvers staðar og sjáum ekki að þetta að eða þetta mætti breyta eða gera öðru sér sko. Þannig að það var svona hugmyndin og nú þurfum við bara að fara í þessa vinnu. Ég tek algjörlega undir þetta með Ásgerði. Takk fyrir. Takk fyrir Hjördís. Fundargerð númer 1210, 1210, orðið er laust áfram, gjörðu þess vel. Það kveður sig engin frekar hljóðs, þá höldum við áfram. Förum í 4. lið á dagskránni. Það er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 1211 og undir henni er fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar númer 85 ásamt fleiri öðrum almennum málum. Og hér er orðið laust, gjörðu þess vel. Tinna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka til máls undir 1. lið þessara fundargerðar. Það er atvinnu- og menningarmálanefnd númer 85 og þar undir er 6. liður menningarhátíðin. En síðastliðinn föstudag, þann 7. mars, var haldin glæsileg menningarhátíð sveitarfélagsins Hornafjarðar í Nýheimum.
Á menningarhátíðinni voru veittar umhverfisviðurkenningar ásamt því að styrkir úr atvinnu- og rannsóknarsjóði og verkefnastyrkir sveitarfélagsins voru afhentir og menningarverðlaun Hornafjarðar voru tilkynnt. Að þessu sinni voru veittar 3 umhverfisviðurkenningar. Það voru 5 verkefni sem að hlutu styrk úr atvinnu- og rannsóknarsjóði og 19 verkefni sem að hlutu verkefnastyrki sveitarfélagsins. Svo voru 7 tilnefningar til menningarverðlaunina. Hann Sigurður Pálmi Hafþórsson hlaut að þessu sinni menningarverðlaun ársins fyrir hugmynd sína, frumkvæði og dugnað við framkvæmd Graffíls sem er listahátíð unga fólksins sem að fór fram síðasta sumar. En Graffíl er á dagskrá aftur í sumar þann 18. júlí, þannig að ég vil bara hvetja öll til þess að taka daginn frá. Og nánari upplýsingar menningarhátíðina er að finna á hornafjörður.is. Ég vil óska öllum þeim sem að hlutu styrki og viðurkenningar innilega til hamingju og þá óska ég honum Sigurði Pálma innilega til hamingju með menningarverðlaunin. Það er magnað að fylgjast með kraftmiklum einstaklingum sem með einlægum áhuga og vilja drífa sig af stað, búa sér til verkefni og slá svona rækilega í gegn. Og svo vil ég bara enda þetta á að þakka menningarmiðstöðinni fyrir frábært utanumhald og flotta hátíð. Takk. Takk fyrir Tinna. Við erum með fundargerð númer 1211, orðið er laust, gjörðu þessu vel. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að halda hér í ákveðna hefð og tala fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar og þar fyrsta mál á dagskrá sem er Vatnajökulsþjóðgarður. Langar bara því að það er undir fundargerð svæðisstjórnar. Þar er verið að ræða rekstraráætlun og það er nú svona kannski bara orðin hálfgerð mantra að hvar verða peningarnir til. Þeir verða til á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs sem heitins liggur við að maður segi vegna þess að mér finnst Vatnajökulsþjóðgarður orðinn afskaplega ósýnilegur í okkar samfélagi og það er ekki fyrsta skipti sem ég segi það í þessari punktu og maður bara hugsa tilbaka að fyrir er ekki bara það er árið eða 2 ári eða hvað það er síðan að höfuðstöðvarnar komið hingað í heimsókn forstjóri og fjármálastjóri og það átti að bara rigga upp merkingum að Vatnajökulsþjóðgarði utan að Nýheima. Það er ekki ennþá komið, þannig að bara með sýnileikann, en það var nú kannski ekki, ég fór nú aðeins út af sporinu því að ég ætla að ræða bara varðandi innheimtu gjalda í þjóðgarðinum og ég veit að það hér styttist í fund hjá svæðisstjórn þar sem er verið að ræða peningamál og mér langar bara að brýna það fyrir formanni svæðisstjórnar að það sé innheimt aðstöðugjöld og fyrir atvinnustarfsemi í öllum þjóðgarðinum, að það sé ekki bara að peningarnir skapist á suðursvæði og sé svo dreift þannig þjóðgarðinn, að þetta er, þó okkar svæði sé með innheimtu og sé vinsælt, að þá er mikil ánægð og við vitum það að það þarfnast mikillar uppbyggingar og ég veit það ekki hvort ég á að spyrja en ef að bæjarstjóri formaður hefur einhverjar upplýsingar uppbyggingu á Jökulsárlóni, ég held ég sé búin að spyrja hér nokkrum sinnum en ég held að sé bara ágætt fyrir umhverfisráðuneytið að sjá einhvern tímann samantekt á því hversu oft þetta er rætt í þessari bæjarstjórn að þetta er bara mál sem við höfum áhyggjur af og að þetta þarf að slá í klárinn og við viljum upplýsingar en það hefur ekki verið þannig að ráðherra þessa málaflokks eða einhverjir forsvarsmenn sem að standa fyrir þessu máli séu að koma hingað til okkar og upplýsa okkur. En það er hér sem að peningarnir verða til inn í þennan þjóðgarð en þeim er vissulega eitt hér líka en þeim er dreift allt of mikið yfir allan þjóðgarðinn. Takk fyrir Ásgerður. Fundargerð númer 1211. Orðið laust. Sigurjón, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það
er alveg rétt hjá háttvirtum bæjarfulltrúa Ásgerði að svona sýnileikinn hérna hjá okkur er ekki nægilega góður og við finnum kannski minna fyrir þjóðgarðinum heldur en við myndum vilja en starfsemi hans er samt sem áður í fullum krafti hérna á suðsvæði eins og annar staðar. Við eigum nú fund svæðisstjórnar eins og bæjarfulltrúi nefndi, svæðisstjórnin í næstu viku og þar erum við meðal annars að hefja vinnu við endurskoðun á atvinnustefnu þjóðgarðsins. Atvinnustefnan hún er svona tól sem á að nýtast þjóðgarðinum til þess að vinna markvisst með þessi markmið þjóðgarðsins sem eru að efla nærsamfélögin og byggðina í kringum jökulinn á öllum svæðum, bæði hér á suðursvæði, austursvæði og svo framvegis. Og það er alveg rétt að við þurfum að styrkja ásýndina hérna í Hornafirði en við þurfum líka að leggja af stað í þessa endurskoðun á atvinnustefnu vegna þess að hún er mjög almenn. Hún er sett 2019 og hún var sett til ársins 2025 og hún er mjög almenn og það er svona erfitt að sjá þegar unnið með þessa atvinnustefnu svona hvernig hægt er að ná fram þessum markmiðum nærsamfélagið og svona það sem er að gerast hérna hjá okkur. Og ég segi það hér og hef sagt það oft áður að það sem að hefur verið að gerast hérna hjá okkur í þessum samningum atvinnustarfsemi á landi í eigu ríkisins, samningum ísjallaferðir, siglingar og annað. Þetta eru samningar sem munu verða teknir upp á öðrum svæðum eftir því sem að ferðafólki fjölgar þar og við höfum talað ítrekað fyrir því að það sé samræmi í þjóðgarðinum og við munum gera það áfram. Varðandi uppbygginguna við Jökulsárlón og þá er það þannig að okkur hefur fundist hún ganga allt og hægt. Það var gerð hérna skýrsla og birt frá Deloitte mismunandi sviðsmyndir og svæðisráðsstjórn, þau tóku afstöðu til þeirra. En svo var stofnaður stýrihópur á vegum 3 ráðuneyta, umhverfis-, orku-, loftslags-, fjármála og innviðaráðuneytisins og og forsætisráðuneytisins. Og þar situr líka forstjóri Náttúruverndarstofnunar. Við óskuðum þetta fundi með þessum stýrihóp og ég satt fund fyrir rúmum 2 vikum með stýrihópnum og fór yfir okkar mál, hverjar okkar áherslur eru, kynnti Hornafjörð og kynnti það sem hefur verið að gerast hjá okkur okkar sýna þetta. Og Eyrún Fríða, formaður svæðisráðs Suður, átti síðan fund í gær með þessum sama stýrihóp og til þess að taka kannski saman í hnotskurn hvað það var sem að við vorum að leggja áherslu, að yrði áhersla stýrihópsins í framtíðaruppbyggingu við lónið, að þá lögðum við áherslu á það að máli það varðar ekki eingöngu útboð á aðstöðu og siglingum. Það snýst í raun og veru grundvallar spurningu hvernig beita skuli lögum nýtingu lands í eigu ríkisins með þeim hætti að það samræmist markmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins. Þannig að sú leið sem verður farin í útboði á byggingum, rekstri og siglingum við Jökulsárlón er í raun og veru stórt og mikið byggðaþróunarmál fyrir okkur hérna í Hornafirði. Í framhaldafundinum sem ég átti með stýrihópnum sendi ég ýmis gögn, tölur gestafjölda, umferð og fleira og er síðan að undirbúa það að ræða við rekstraraðila sem eru með atvinnustarfsemi í þjóðgarðinum hvað þeir vilja sjá sem starfsemi í húsinu sem verður byggt eða byggingunum. Það óskaði stýrihópurinn eftir þessu. En það var hins vegar mjög jákvætt og samtal við stýrihópinn og mér fannst gott hljóð í þeim á þann hátt að þau voru að sýna okkar áherslum skilning en á einhverju tímapunkti þarf að taka ákvörðun og fara í endurnýjun þannig að þessi náttúruperla, eina kannski 4 stærstu náttúruperlum landsins, það sem koma 1 milljón manns á ári, sé okkur hér á landi að það sé sómi af þessu. Vegna þess að það er ekki sómi af þessu eins og aðstæðan er þarna núna.
Sigurjón, Ásgerður og svo Eyrún. Ásgerður var undan, sko. Ég sá það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara þakka bæjarstjóra fyrir hans innlegg í þetta. Ég glemdi því áðan að þarna er líka fundargerð þar sem er tilkynnt að Anna Ragnarsdóttir Pedersen hefur verið ráðin sem þjóðgarðsvörður hér á austursvæði, suðursvæðis og bara óskum til hamingju með það og okkur til hamingju með það að hafa staðið vörð þennan þjóðgarðsvörð því að það var nú bara barátta og þakka þeim sem að tóku þátt í því sem ég veit að þið gerði bæði stjórnarsmenn í þessu í þjóðgarðinum. Svo datt mér nú í hug sko að varðandi sýnileikann sko. Við eigum ágætis FabLab hérna út í vöruhúsi og það er mikil þekking á því hvernig það virkar og ef það er mikið mála að fá einhverja merkingu hérna á þetta hús þá er hægt að gera svona filmur hreinlega bara að setja í gluggann og það er hægt að búa hana til í FabLabinu. Þannig að ef að rekstrarstjóri Vatnajökulsþjóðgarðs hefur ekki fjármagn til þess að hafa gera einhverja merkingu utan á húsið þar sem að því mér finnst að skipta máli að þar sem að við teljum að þjóðgarðurinn sé nú fæddur og vorum mjög stolt af því þegar hann átti hér lögheimili í stuttan tíma að það sé sko gamla búð var auðvitað ákveðið andlit og kennimerki en síðan að þjóðgarðurinn flutt gamlu búð þá bara er hann ósýnilegur hinum almenna íbúa og ferðamanni sem á hér fer hér Þannig að ég legg til að ef að rekstrarstjóri getur ekki fjármagnað merkingu hér að sveitarfélagið bjóðist til þess að sponsa það að það verði búin til filma í gluggan á andirinu þarna fram. Bara bið ykkur að taka það með ykkur. Takk fyrir Ásgerður. Ég gerir ráð fyrir því að þau taki þetta með sér í næsta fund, en Eyrún, gjörðu svo vel. Byrja kannski bara að þakka Ásgerði fyrir frábæra hugmynd. Ég gerir ráð fyrir að við bara förum saman upp í FabLab og við græjum þetta. Mér langaði kannski að koma inn á rekstrarumræðuna sem Ásgerði byrjaði á hérna áðan. Það er alveg rétt að við höfum rætt rekstraráætlun þjóðgarðsins mjög mikið og kannski þó sérstaklega þessa skiptingu á milli fjármagn sem að ráðuneytið tryggir okkur til þess að standa undir hlutverkum þjóðgarðsins og svo þessar sértekjur sem að verða til. Og þær verða vissulega að mestu leyti til hér, þar sem að enn er ekki atvinnustefnan innleidd að fullu yfir öll svæði þjóðgarðsins. Þetta er mikið hagsmunamál sem að við hlökkum til að taka upp á stjórnarfundi núna í næstu viku. Atvinnustefnan á að ganga yfir allan þjóðgarðinn og hún á að innheimta gjöld, þjónustugjöld af rekstraraðilum sem að starfa innan þjóðgarðsins. Það er líka rosalega mikilvægt að við stöndum vörð það að ríkið fjármagni grunnrekstur og þjónustu Vatnajökulsþjóðgarðs og það sé ekki bara tekið af þeim sértekjum sem verða hér til sem að raunverulega þyrftu frekar að standa undir því álagi sem að svæðin búa við. Þannig að ég tek þessari brýningu bara mjög alvarlega og ég held að við séum öll hér á suðursvæði með þennan sameiginlega skilning. Ég vil líka taka undir með Ásgerði, það er mikið fagnaðarefni að þjóðgarðsvörður hafi verið ráðinn til starfa. Þetta hefur verið mikið samvinnuverkefni og tekið kannski óþarflega langan tíma að við stöndum vörð þá stofnun sem að vissulega var til hér, Vatnajökulsþjóðgarð, sem er ennþá til, þó ég skilji tilhneiginguna að tala hann eins og hann sé horfinn, en hann er það ekki. Og það er rosalega gott að finna það hér í samfélaginu stöndum við öll vörð þetta, þetta sem við eigum öll saman, sem er Vatnajökulsþjóðgarður. Ásgerður kom inn á einhvern annan punkt sem að ég því miður búin að gleyma. Já, Jökulsárlón uppbyggingin, takk fyrir. Herri, þá kannski geri ég aðeins grein fyrir þeim fundi sem ég átti með fulltrúa fjármálaráðuneytisins nú á miðvikudag. Á þeim fundi fórum við, ég fyrir hönd svæðisráðsins, starfsmenn Náttúruverndarstofnunar yfir þá vinnu sem í gangi varðandi deiliskipulag á svæðinu. Þarna undir eru núna mjög mörg mál. Það er fyrirhugað útboð ríkisins á starfseminni og uppbyggingunni. Það er deiliskipulagið sem við vinnum í þjóðgarðinum og hér í sveitarfélaginu. Það eru svo tvær framkvæmdir á samgönguáætlun eins og hún liggur fyrir þinginu núna, annars vegar
tilfærsla á veginum austan við lónið og svo ný brú. Bæði eru á samgönguáætlun eins og hún stendur núna. Eins og þið kannski sjáið þá þetta mjög mörg stór og þung mál sem nauðsynlegt að tala saman og við lögðum mikla og ríka áherslu á það við fjármálaráðuneytið að stýrihópurinn myndi núna gefa út einhvers konar grófa tímalínu af hlutum sem að þarf að fara yfir og þurfa að vera á hreinu áður en að hægt verður að fara í útboð. Og það er mjög mikilvægt að þessi gögn, þó ekki nema bara sem ákveðin checklisti hvað þarf að gera, að þetta liggi fyrir til þess að tryggja öllum þeim sem starfa á svæðinu fyrirsjáanleika. Vera má að tímalínan sé 2 ár eða upp í 5. Það kannski má liggja á milli hluta svo lengi sem að fyrirsjáanleikin sé augljós og hægt sé að vinna með rekstraraðilum sem eru nú þegar í rekstri og búa við mikla óvissu á meðan þetta er eins og það er. Tryggja þeim og öllum hinum sem starfa hjá þjóðgarðinum fyrirsjáanleika. Þannig að þetta voru kannski þeir punktar sem að ég lagði inn á þessum fundi og við ætlum að funda aftur með stýrihópnum í vinnunni deiliskipulagið. Þannig að nú bind ég vonir við það að samtala milli aðila sé komið það gott af skrið að við getum öll haldið pínu þétt á spöðunum saman, skilið hversu ótrúlegt mikilvægi er þarna, hversu ótrúlega stórar ákvarðanir þetta eru og hversu mikið við þurfum að vanda okkur, bæði þau sem sitja við stjórnmálin en við líka hérna sem búum og störfum á svæðinu. Við erum í fundi bæjarráðs númer 1211. Orðið er laust en þá, gjörið svo vel. Það kveður sér engin frekar hljóðs, þannig að við höldum áfram. Förum hér í mál númer 5 á dagskrá. Það er fundur bæjarráðs Hornafjarðar númer 1212 og undir honum eru fundir hafnarstjórnar Hornafjarðarhafnar númer 282, fundur umhverfis- og skipulagsnefndar númer 111 og önnur ýmis góð mál. Orðið er laust, gjörið þið svo vel. Sigurjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil taka til máls undir lið 6 í fundargerð 1212 og fagna því að bæjarráð hefur núna samþykkt tilboð í fyrsta áfanga í nýju Hagahverfi hjá okkur og þetta felur í sér jarðvinnu og uppbyggingu grunninnviða svæðisins, gatnagerð, lagnir, frágang, þannig að lóðir verði byggingarhæfar. Við auglýstum lóðir, bæjarráð auglýsti lausar lóðir núna í lok nóvember í fyrra til úthlutunar og við stefnum að því að göturnar verði akfærar og svona að þessum lóðum í lok þessa árs og að tenging fyrir fráveitu inn á kerfi sveitarfélagsins ljúki á sama tíma og þá verða lóðirnar orðnar byggingahæfar. Þetta er mjög ánægilegt og ég vildi bara vekja athygli á þessu verkefni. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Fundargerð bæjarráðs númer 1212. Orðið er laust, gjörið svo vel. Takk fyrir þessu engin ljós. Þá höldum við áfram með dagskrána. Förum í 7. lið á dagskráni í dag. Það er breyting á aðalskipulagi vegna jarðanna Byrgis og Króks. En skipulagslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi og nýs deiliskipulags hefur verið í kynningu frá 30. desember 2025 til 27. janúar árið 2026. Alls bárust 8 umsagnir og tillaga að svörum liggja fyrir fundinum. En samkvæmt uppfærðum gögnum hefur Krókur verið tekinn út úr áframhaldandi vinnu. Orðið er laust, gjörið svo vel. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að bara spyrja hérna þetta ferli. Þetta er ekki nein auglýsing eða neitt slíkt sem að fara í gang, heldur bara er bæjarstjórn að samþykkja að þetta verði unnið samhliða aðalskipulagi. Það er ekki
það er ekkert verið að auglýsa þetta neitt þannig. En það var þeim fundur sem ég sett í einhverjum skipulagsnefnd hefur verið mikil umræða hvort að þetta taka inn á þessum tímapunkti ný verkefni inn í heildarendurskoðunina, en það er allavega bókað í nefndinni þar sem þetta var afgreitt síðast, satt ekki þann fund, að það þurfi að gera sérstaka grein fyrir þeim málum eins og þessu sem að kemur inn svona seint í ferlið og var ekki í vinnslutillögu sem var auglýst. Þannig að, og eins og mér skilst allavega núna þá sé ég ekki að fara neitt út frá þessum fundi verkefnið, en ég vil bara svona velta því upp sko, þú veist, að við séum bara meðvituð hvað er verið að setja inn aukalega, þú veist, þannig að fólk haldi ekki að það sé búið að kynna sér vinnslutillöguna og það þurfum við ekki að skoða áfram, og bara því að aðalskipulagið náttúrulega áttur að fara í eina auglýsinga lotu, að fólk bara kynni sér það og skoði mjög vel, og þær breytingar sem hafa verið gerðar á milli aðalskipulaga, því að það er svona þegar maður er að horfa það er mikil uppbygging sem er boðuð í aðalskipulagi, bara eðlilega, þar sem að margir hafa ýmis áform í sveitarfélaginu, en það er líka þarf að gera svona, sko, það er því aðalskipulagi sem er í gildi í dag er líka svigrúm fyrir heilmikla uppbyggingu, þannig að og svona skoði hvað er nýtt og hvað ekki, og að fólk myndi sér skoðanir að það vakna ekki bara upp við það að það sé verið að framkvæma alls konar í kringum það sem hefur kannski verið í leyfi fyrir í langan tíma eða verið að gefa leyfi fyrir en það hefur ekki kynnt sér. Þannig að enn og aftur þá langar mig að benda eða er ykkur sem er að horfa á skipulagsgáttina.is að gerast áskrifandi af henni. Takk fyrir Ásgerður. Hjördís, þetta biður orðið, gjörðu svo vel. Forseti og góði bæjarfulltrúar. Enn og aftur tekið undir með Ásgerði, en þetta, bara akkurat þetta tiltekna mál hefur nú komið fyrir nefndina að minnsta kosti 3 ef ég man rétt, með breytingum og hefur bara auðvitað breyst eins og mörg mál frá sko upphaflega erindinu sem var sent inn eða upphaflega beiðninni, og það var niðurstaðan einmitt frá síðasta fundi skipulagsnefndar að fella þetta inn í núverandi breytingu á aðalskipulagi, en mér langar bara að ítreka það er algjör samhljómur innan nefndarinnar að þær breytingar, og þetta er náttúrulega frekar stórt verkefni, auðvitað er það síðan matsatriði hverjum þykir hvað stórt og lítið, það er önnur umræða, en mér langar bara að ítreka það að það var algjör samhljómur í nefndinni að öll þau atriði sem hafa verið tekin inn í núverandi breytingu á aðalskipulagi verða tekin saman sérstaklega og kynnt. Það er algjörlega klárt, og við vitum að við þurfum að þegar nýtt aðalskipulag tekur gildi þá er það kannski einhver 200 blaðsíðna plagg sem við vitum að hinn almenni borgari fyrir ekkert endilega að lesa staf fyrir staf. Það er bara svoleiðis og það skil ég bara ósköp vel. Þannig að þetta verður tekið fyrir þetta mál og fleiri atriði sem hafa verið bætt inn bara frá því að síðast þetta var kynnt, það verður kynnt alveg sérstaklega. Takk. Takk fyrir Hjördís. Fleiri sem vilja taka til máls? Nei. Því legg ég til að breytingin verði unnin með yfirstandandi endurskoðun aðalskipulags, og þeir sem eru því sammála við sem skrifa merki. Og samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 7. lið á dagskránni í dag, það er deiliskipulag Skarðshóla, en tekin er fyrir tillaga nýju deiliskipulagi Skarðshóla. Í skipulaginu er skilgreindur byggingarréttur fyrir íbúðarhús og útihús ásamt auk aðkomu að svæðinu. Orðið er gefið laust hér nýtt deiliskipulag fyrir Skarðshóla. Það kveður sér engin hljóðs. Því legg ég til að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010.
Þeir sem eru þessu samþykkir vinstast skeiða merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Nú förum við hér í 8. lið á dagskránni í dag. Það eru viðauka við fjárhagsáætlun fyrir árið 2026. Hér er gerð grein fyrir viðauka nr. 2 við fjárhagsáætlun ársins 2026 og fjárhagslegum áhrifum hans, en viðaukinn felur í sér eftirfarandi: umsókn endurnýjun á æfingatækjum í eigu sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir hönd leigutaka upp á krónur 4.090.000. Styrkbeiðni vegna endurbóta félagsheimili í Stekkhól að upphæð 8.340.000. Styrkbeiðni til Still-Vívíts vegna kvikmyndar hennar á landi og sjó, krónur 2,5 milljón. Og meðfylgjandi yfirlit sýnir áhrif viðaukans á upphaflegu samþykktu fjárhagsáætlun ársins, en viðbótar fjárheimildum að upphæð 14.930.000 verður mætt með 14.930.000 verður mætt með lækkun á handbæru frí. Orðið laust, gjörið svo vel. Björgvin. Forseti, góðir fundamenn, enn og aftur tjái ég mig hérna viðaukana okkar. Ég verið bara fyrir ekki með það, en mér langar bara að vekja máls á því að í minnisblaðinu sem fylgir viðaukanum og svo sem kom fram hérna í inngangnum hjá Gauta að talað viðbóta fjárheimild sem hætt með lækkun á handbæru fé. En við skulum samt sem áður halda því til haga að þetta handbæra fé segir ekki til afkomur rekstrar, heldur hann tilkominn vegna nýrra lántöku sveitarfélagsins á árinu sem hækkar þá leið skuldirnar. Og þetta kom svo sem einnig fram í minnisblaði fjármálastjóra, til dæmis í 4. máli á fundi bæjarráðs nr. 1211. En því má eiginlega segja að þessi viðauki sé fjármagnaður með lántöku, þar að meiri lántöku en annars hefði þurft. Fyrir mitt leyti hefði ég viljað skoða að hvort hægt væri að lækka til dæmis framkvæmdafé á einhverjum framkvæmdum á móts við þetta. Framkvæmdir sem við sjáum fram á að nota minna fé í á þessu ári eða hafa orðið ódýrari heldur en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Auðvitað verða til plús og mínusar þegar ársreikningurinn er tekið saman, en gleymum því ekki að fjárhagsáætlun okkar er okkar stærsta stýritæki í rekstri sveitarfélagsins og ábyrgðin er okkar að hún virki sem slík hverju sinni. En við þurfum eftir bara að hafa þetta í huga við gerð næsta viðauka. En ég ætla svo sem ekki að gera aðrar athugasemdir við viðaukann og samþykki hann sem slíkan, en vildi samt sem áður koma þess á framfæri. Takk fyrir. Takk fyrir, Björgvin. Orðið laust. Sigurjón Kjölsvöld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta, Björgvin, ágætis hugleiðing. Síðustu ár höfum við verið með í framkvæmd áætlun, talsvert mikla fjármuni og reynslan hefur sýnt okkur það að við höfum ekki verið að ná að fjárfesta eins mikið og við höfum lagt upp með. Og við höfum verið líka undanfarið að fá hagfelld tilboð, sérstaklega í jarðvinnu. Við erum svo heppin að eiga nokkra jarðvinnuverktaka. Og á síðasta ári voru nú nokkrir viðaukar og það sem kom fram að það væri lækkun á handbæru fé á meðan það dugði eins og áætlunin var, en svo leit út eins og við værum að taka lán fyrir hlutunum þó það væri ekki alveg þannig. En þetta er eins og það mjög góð punktur. Við þurfum að vera svona agile í rekstrinum og vera tilbúin ef eitthvað annað kemur inn að breyta til og draga það niður og þannig að ég er bara alveg hjartanlega sammála því. Takk. Takk fyrir, Sigurjón. Orðið laust áfram viðauka við fjárhagsáætlun. Liður 8 á fundinum í dag. Það kveður svo engin hljóðsfrekar. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki viðauka nr. 2 og þeir sem eru því samþykki vinstast skeiða merki. Hann er samþykktur með 7 atkvæðum. Þá förum við í lið nr. 9 hér á fundadagskránni hér í dag. Það er ráðning fjármálastjóra, en sviðsstjóri
stjórnsýslu og fjármálasviðs ásamt bæjarstjóra leiddu ráðningarferli vegna stöðu fjármálastjóra en ákveðið var að auglýsa stöðuna þar sem tímabundin ráðning fjármálastjóra rennur út 1. júní næstkomandi. Í ferlinu bárust 4 umsóknir en aðeins einn umsækjandi uppfyllti hæfnisskilyrði. Því lagt hér til að Valdís Ósk Sigurðardóttir verði ráðin í stöðu fjármálastjóra hjá Sveitarfélaginu Hornafirði en Valdís með BS gráðu í sálfræði með viðskiptafræði sem aukagrein en hún hefur einnig lokið námi sem viðurkenndur bókari og með mastersgráðu í reikningsskilum og endurskoðun. Að auki býr hún yfir umfangsmikilli þekkingu og reynslu af opinberri stjórnsýslu sem á störfum fyrir sveitarfélagið. Orðið hér gefur laust þessa ráðningu fjármálastjóra. Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að ræða þetta ferli. Við réðum viðkomandi einstakling sem fjármálastjóra fyrir ári síðan tímabundið og þess vegna þetta auglýst á þessum tímapunkti. En ég taka fram að Valdís frábær og ég hef ekkert við hennar störfa að athuga en mér langar bara til þess að brýna fyrir fólki að því að fólk hefur alveg tekið eftir því, íbúar hafa komið að máli við máum tekið eftir því að þessi auglýsing, eftir fjármálastjóra birtist ekki á heimasíðu sveitarfélagsins nema undir þá laus störf. Þannig að þú þarft að leita að því, henni var ekki deilt á Facebook síðu sveitarfélagsins, ekki með áberandi hætti, þannig að á þessum tíma var Eystrahorn ekki í útgáfu, þannig að í rauninni ég sem kjörinn fulltrúi og bæjarráðsmanneskja sé þetta fyrst þegar það kemur tillaga ráðningu. Það var ekki tekið upp í bæjarráði eða bæjarstjórn tillaga það að það yrði ekki framlengt, heldur yrði auglýst eftir fjármálastjóra. Þannig að í rauninni þá hoppar það fram hjá okkur sem kjörnum fulltrúum sem ekki sitjum í, það væntanlega verður að vera réttina meirihlutans, ég bara gerir ráð fyrir því, en við sem ekki sitjum við það borð, að við vissum ekki af því að það væri verið að nýta þessa, eða fara þessa leið að auglýsa og sjáum það ekki hér á okkar svæði. Ég er ekkert vissum að við hefðum, Valdís hefði væntanlega verið ráðin, ég veit ekkert hvort að einhver hér hefði sótt starfið eða verið hæfari, það er ekki málið. Þetta málið er ferlar og að það sé sýnilegt hvað sveitarfélagið er að gera innan sveitarfélagsins. En ég að sjálfsögðu mun kjósa með því að Valdís verði ráðin sem fjármálastjóri og treysti henni fullkomlega fyrir þessu ferli og má ekki túlkast þannig að það sé eitthvað verið að pota í það, heldur hvernig ferlið var. Takk fyrir Ásgerður. Sigurjón, já, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa hugleiðingu. Það er náttúrulega ekki gott ef að auglýsingin var ekki að birtast, en hún var í birtingu. Hún fór í birtingu í lok janúar og var í 2 vikur og var sett í sömu birtingu aðrar atvinnu auglýsingar hjá okkur. Þetta var á Alfreð líka. Það voru 4 umsækjendur, það var bara 1 umsækjandi sem uppfyllti hæfnisskilyrði. Það var krafist ákveðina hæfnisskilyrða og það var 1 annar umsækjandi sem var með meistarapróf, annar en Valdís, en það var í lögum að mig minnir en ekki því sem var farið fram á. Þannig að ég held að þessi auglýsing hafi nú bara verið í hefðbundnu ferli. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Orðið er laust, já, Ásgeir líka svo vel. Forseti, það getur bæjarfulltrúar, mig langar að ítreka að þetta snýst ekki ráðninguna.
snýst ferlið og að það sé sýnilegt þegar það sé verið að auglýsa stöður af þessari stærðargráðu hér í sveitarfélaginu og bara stöður almennt. Og líka það að þetta er staða sem að bæjarstjórn er að ráða í. Þannig að þá er á bæjarstjórn að vera involverið í það þegar að það er tekin ákvörðun það að auglýsa stöðuna, að mínu viti. En það getur vel verið að einhver finni einhverja klausur eitthvað annað, en það væri bara gaman að heyra það ef svo er. En það er það sem ég er að gera athugasemd við. Og við erum að deila, það vantar í vinnuskólan og allt það, þú veist, og það er þetta fólk hjá okkur. En það setja inn á laus störf undir þeim hnapp, að það sé ekki sett á forsíðuna, að það hafi ekki verið deilt á Facebook síðun okkar, þar sem að flesta bara auglýsingamarkaður dagsins í dag, hefur allavega verið. Að mér finnst það að vera, og ég veit að það er mikið að gera og það er bara gleymst og annað slíkt, en ég er að brýna okkur til þess að gera betur. Takk fyrir Ásgerður og Eyrún hefur beðið orðið, ekki svo vel. Forseti, já ég heldur séum allt saman það að enginn gerir athugasemd við ráðninguna sem slíka. Já það er rétt, við höfum rætt ítrekað síðustu árin satt þess að segja hvernig best skuli staðið að auglýsingamálum hérna hjá okkur. Þegar Eystrahort hvarf þá var það breytti miklu og notkun samfélagsmiðla hefur líka breytt miklu og það er satt að segja mjög flókið að tryggja það að auglýsingar nái út. Þetta er eitthvað sem við vitum og erum að vinna í alltaf. Við ræðum þetta í bæjarráði líklegast vikulega. En ég ætla bara að þakka brýninguna. Það hvort þetta hafi komið inn til bæjarráðs, það skal ég líka bara taka til mín. Réttilega hefði það átt að gera það. Það hvort að fólk hafi séð auglýsingarnar er hins vegar bara mjög misjafnt. Einhverjir sáu það, einhverjir sáu það ekki. Ég held að við tökum þetta bara öll til okkar. Við erum sífellt að reyna að vinna að því að birting og miðlun upplýsingar frá sveitarfélaginu sé sem aðgengilegust. Þetta held ég sé eitthvað sem að eigi þvert á flokka. Það er enginn hérna sem að vill ekki að þessar upplýsingar komist út. Þannig að vonandi getum við bara öll verið sammála það að hafa þetta í huga, að huga því hvernig við deilum, hvernig við nýtum miðlana í kringum okkur og hvaða áherslu við leggjum í þessu. Þannig að ég ætla bara að segja takk Ásgerður fyrir brýninguna og áfram gakk. Takk fyrir Eyrún. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki ráðningu Valdísar Óskar Sigurðardóttur í stöðu fjármálastjóra sveitarfélagsins. Þeir sem eru því samþykki vil sett skeiðamerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í síðasta liðinn á dagskránni í dag. 10. liður, það er heilsuþjálfun í Hornafirði, spretthópur heilsueflingu eldri borgara. En erindisbréf fyrir spretthóp heilsueflingu eldri borgara í sveitarfélaginu Hornafirði er hér lagt fram til samþykktar. Lagt er til að fulltrúar sveitarfélagsins í spretthópnum verði Sigrún Sigurgeirsdóttir fulltrúi K-lista, Tinna Rut Sigurðardóttir fulltrúi D-lista og Íris Heiður Jóhannsdóttir fulltrúi B-lista. Orðið er laust hér spretthópinn góða. Það kveður sér engin ljós. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki framlagt erindisbréf. Þeir sem eru því samþykkir. Og svo þurfum við að kjósum tilnefna kjósum fulltrúana og ég ætla því að leggja það til að við samþykkjum einnig tilnefningu fulltrúa í spretthópinn og okkar hálfu. Þeir sem eru því samþykkir. Samþykkt samhljóða. Það er þá ekki fleira á dagskránni hjá okkur í dag og slít ég hér með fundi og göngum glöð út í daginn. Takk fyrir.